Við bjóðum ykkur hjartanlega velkomin á samkomuna okkar í dag og þeir sem heima sitja endilega takið þátt í samkomunni. Syngið með og njótið þess að vera með okkur í löggjöf. Velkomin á samkomu í Smárakirkju, velkomin í lofgjör og tilbeiðslu og lifandi orð Guðs. Skulum opna hjart okkar, opna hug okkar, leyfa heilugum anda að tala og kenna og vinna sitt verk. Hann þekkir okkur betur heldur en við sjálf og veit nákvæmlega hvað það sem við þörfnumst í dag. Við skulum biðja, Faðir minn, við þökkum þér fyrir það
að við mögum leggja líf okkar fram fyrir þig á þessari stundu. Við opnum hjört okkar, biðum þig að vinna, starfa, breyta, gera þitt verk innra með okkur. Við þökkum fyrir að þú ert hér mitt á meðal. Amen. Við krossinn finn ég náð, í blóði þín lausn. Hve fagur faðmur þinn, opinn hann opinn hann ást mín og von. sem frá dýrðarinnar hástól lagður var í öll á stól.
endanlega velt var frá, lampið dauðan sigraði. Dánir risu dauða frá, tók þá okkur himinin, því að allir koma á, endurfæddur Faðirinn. Og þá kirkja kristar til, fyrir kraft og andans verð, sannleikanum gerir skil, alltaf sönn, alltaf sterk, fyrir blóð og nafnið hans, laus úr fjötrum nú ég svíf, hann gefur sigurkrans, Jesús Kristur mitt líf. Loksins Guði, því einum, Föður, Syni, Andanum, Guði tíma, hátíðin, eilífðillum konunginn. Ég krýp frammi fyrir þér, nú er ég þér að, gef ég þér að. Finn mig hér, dragðu mig nærri þér, ég þrái þig, ég þrái þig. Held ég að þér, finn mig nú, miskunn og náð og trú.
Faðir minn, við þökkum fyrir anda þinn. Og eins og við vorum að syngja, þess bæn okkar að andið þinn fylli líf okkar. Rétt eins og vindurinn fari þinn and okkar líf. Og ég bið fyrir hverjum sem að hlusta, hér í salnum, heima, hvar sem eru niður komin. Ég hvet ykkur núna, elsku vinir, meðtækið verk Drottins, heilags anda innra með. Hann gefur mér lækningu fyrir anda, ykkar innra líf, fyrir sálina, ykkar hugarlíf og fyrir líkamann. Gerir hann ykkur heil. Þakka þér heilagur andi að þú flæðir. Og fyrir Jesú nafn þá köllum við lækningu þín núna yfir og við segjum þú sem sjúkur ert, vertu heill. Þú sem sjúkur ert, vertu heill. Sama hvað meinið Kristurinn sami, gær og dag og eilíð. Hann gekk og gerði gott, læknaði þá sem sjúkir við. Og í dag þá gerir hann þig heila. Fyrir Jesú nafn. Blessa sé þitt nafn, Jesús. Halleluja. Þetta er gott. Meðtaktu verk Drottins, lækningu hans. Við ætlum að halda áfram í lofgjörunni og hluti af okkar lofgjörð samskotið okkar. Það að gefa inn í Guðs ríkið tilbeiðslu, athöfn fyrir okkur. Það hluti af lofgjörð og tilbeiðslu. Þannig að nú tökum við smá stund í það. Á skjánum koma upplýsingar fyrir þá sem að vilja gefa heima eða í salnum og nota síman. Og póstinni fram yfir, menn ekki fann að láta bauka ganga. Það svona smá höfta okkur ennþá með það í COVID, en gjörðu svo vel. Við skulum lofa Drottin áfram. Frá þér kemur allt og fyrir þig
tíðin og þú ert verður þess alls og dag og nótt færum þér reykjelsis fórn dag og nótt og dag reykjelsis fórn
verðugur þess Þú ert verðugur þess Þín tíð og heiður Má ég segja nokkur orð? Takk. Ok. Í byrjun maímánaðar þá var ég á bænastund heima hjá mér. Ég satt með biblíuna og ég var ein heima fyrir bestu stundirnar. Ekki það ég elski ekki fólkið mitt en ég elska þessar stundir með Guði. Og ég með svona litla öskju heima þar sem að ég dreg stundum orð. Ég dró orð úr Sálmi 62 og ég las það sem að það stóð. Og leið og ég las þá heyrði ég tónana sem að eru spilaðir hér. Og ég spila ekki á hljóðfæri, ég nota bara röddina sem er hljóðfæri mitt. Og ég heyrði tónana og ég tók strax síma minn og bara söng það sem ég heyrði og sendi svo beint á Rabba og Rabbi spilaði undir og sendi mér þetta tilbaka, bara væri þetta ekki næs? Og ég er búin að taka eftir því að ég er búin að vera með þetta hjá mér og búin að vera að hlusta á þetta og ég er kannski að keyra því ég bý á Selfossi og ég er að hlusta á orðin sem að eru í þessum sálmi og allt í einu finn ég að orðin eru kletturinn minn og það er eitthvað stórkostlegt við það að leyfa. Er ég að detta út eða? Nei, þá er ég bara að detta út hér, ok. Og það er eitthvað stórkostlegt við það að leyfa orðunum að næra, að leyfa orðunum að heila, að leyfa orðunum að brjóta blekkingar og lygi sem að við höldum og við trúum einhvers staðar innst inni en er algjör lygi. Og það er einhvers staðar í þessum texta þá fór ég að syngja hann aftur og aftur. Þetta er ofboðslega einfalt lag og það virðist einhvern veginn vera þannig að þegar Guð gefur mann eitthvað þá er það bara mjög einfalt en það er rosalega kröftugt. Þannig að ég vona að þið náu bara að opna faðminn ykkar og hlusta og leyfi orðan að því þetta eru orðin til okkar. Þetta eru orðin sem okkur er gefið til þess að leysa það sem að hefur verið bundið og það er búið að leysa það fyrir okkur. Þannig að bara gjörið svo vel. Bíð róleg eftir Guði sála mín. Frá honum kemur hjálpræði mitt. Hann einn er klettur minn og hjálpræði. Háborg mín, ég verð ei völt á fótum. Bíð róleg eftir Guði sála mín, já. Því honum kemur von mín. Hann einn er klettur minn og hjálpræði. Háborg mín, ég verð ei völt á fótum. Já, Guð er hjálpræði og vernd.
Já, hérna hér, ef við ekki aðeins að rísa á fætur og bara þakka Guði, bara örlítið gefa okkur tíma að lyfta upp nafni hans. Drottinn, ég bara þakka þér. Ég þakka þér fyrir að þú ert hér í dag, Drottinn minn, og þú ert sannarlega hæli okkar og háborg. Þú ert Guð minn sem ég trúi á. Og Drottinn, ég lyfta upp nafni þínu, Jesús. Ég bið fyrir einum og sérhverjum sem eru hér í dag, Drottinn, og öll höfum við einhvers konar þörf í líf okkar. Drottinn, ég veit að þú bæði heyrir og þú svara bænum. Og til þín þá horfum við, Drottinn, við horfum ekki á kringumstæð, við horfum ekki á menn. Við horfum til þín, heilagi Faðir. Og Drottinn, ég vil bara þakka þér að þú hefur aldrei, Drottinn minn, komið of seint. Þú hefur aldrei brugðist mér. Og ég veit, Drottinn minn, að þú bregst engu okkar. Og ég gef þið bara dýrðina í dag í Jesú heilaga nafni. Og allir líðurinn sagði. Amen. Vá, hvað er mikil kraftur hér í húsinu. Það er mitt sumar og allir komnir í algjört sumarfrí og þetta er nánast eini góði dagurinn sem er búin að vera í langan tíma. En hér eru þið. Við erum þakklátt fyrir það. Amen. Ef ekki að gefa þessum snillingum bara gott klapp. Halleluja, Guð er góður. Má ég heyra amen. Mér langar bara til að tala við ykkur ekkert lengi í dag, bara svona stuttlega svona efni sem er búin að vera svona gerjast á mínu hjarta í smá tíma. Og það ekki þannig, þú veist, með svo athyglisvert hvernig samkoman einhvern veginn þróast og svo kemur Berglind og segir nokkur orð og hún fer svolítið mikið inn á það sem að, ég ætla að tala í dag. En mér langar til þess að byrja því kannski að við flettum upp í síðar í konungabók. Ég talaði síðast konuna með krukkurnar, muni eftir því og olíunni. Og hvað við getum lært af henni, en það er önnur kona sem við getum líka lært af. Þema hjá mér núna þessar vikurnar eru konur, öfluga konur í Biblíunni. Ég segi svona, það er svona óafvitandi, en enga síður. En hérna vil ég fara í aðra konungabók í 8. kafla og í 1. vers og það segir svo. Elísa sagði móður drengsins hann hafði lífgað. Búðu þig til ferðar og farðu burt og fjölskyldan þín. Leitaðu hælis þar sem þú getur því að Drottinn hefur kallað hungursneið
yfir landið. Hún kemur nú yfir landið og mun standa í 7 ár. Konan bjóst til ferðar og gerði eins og Guðsmaðurinn hafi ráðlagt henni. Hún fór ásamt fjölskyldu sinni og leitaði hælis í landi Filistea og dvaldist þar í 7 ár. Á 7 árum liðnum sneri konan aftur frá landi Filistea og fór til konungsins til að biðja hjálp, til að fá aftur hús sitt og akur. Konungurinn var þá að tala við Gehasi, þjón Guðsmannsins, og hafði sagt við hann: segðu mig frá öllum afrekum sem Elísa hefur unnið. Þegar Gehasi var að segja konungi frá því hvernig Elísa hafði lífgað hinn látna, kom móðir drengsins sem hann hafði lífgað og bað konung aðstoð við að fá aftur hús sitt og akur. Þá sagði Gehasi: herra minn og konungur, þetta er konan og þetta er sonur hennar sem Elísa lífgaði. Þegar konungur spurði konuna sjálfa, sagði hún honum frá í öllu. Fyrirgefiði, þegar konungur spurði konuna sjálfa, sagði hún honum frá öllu. Konungurinn fékk henni þá einn hirðmann sinna til aðstoðar og sagði við hann: sjáðu að hún fái allar eigur sínar aftur. Einnig allan afrakstur af akrunum frá því að hún fór úr landinu og allt til þessa dags. Fyrir nokkrum mánuðum síðan, þá var ég í ræktinni. Ég er mjög mikið í ræktinni og finnst það æðislegt. Og Guð hefur gefið mér svona nokkra svona góða vini í gegnum tímabilin og ég talaði iðulega við gamlan mann sem var alltaf í ræktinni á þessum tíma. Hann gekk með súrefniskút með sér og hann hafði aldrei sagt mér frá alls konar hlutum í lífslaupan sem hafði verið mjög athyglisvert. Þetta var fyrrverandi læknir, lúnalæknir. Og kaldhæðnislega þá fær hann krabbamein í lungun. Og það þurfti að taka hluta lunganu burt. Og hann þar leiðandi gekk með kút. Og hann var búinn að segja mig frá svona lífslaupinu út af því að við einhvern veginn tengdumst sterkum böndum í gegnum svona reynslu, kannski erfiða reynslu. Svo sérstaklega hvernig maður tengist fólki sem er með erfiða reynslu þegar maður er búinn að fara í gegnum reynslu. En hann kemur til mín einn dag og hann er ofboðslega þungur á brún. Og hann kemur til mín og hann segir: Sibba, ég var mjög slæmar fréttir að færa. Ég var í myndatöku upp á spítala og það fer ekkert á milli mála að það er komin aftur krabbi í lungun. Og mér bregður svolítið við að heyra þetta en ég, út af ég er svo djörf, þetta er bara að vita það. Ég fór að segja honum frá kraftaverki sem ég hafði upplifað frá Guði. Ég fór að segja honum minn vitnisburð. Og þegar ég var búin að því, þá kom einhvers konar djörfung yfir mig. Get ekki eiginlega orða neitt öðruvísi. Og ég er engin Benny Hinn. Ég er ekkert í því að labba fólk í bónus eða í ræktinni eða hvað sem er og bara biðja Guð að lækna viðkomandi. Ég ætti að gera meira af því, alveg klárlega. En þarna finn ég hvernig bara einhvern veginn hugdirfska frá drottni kemur yfir mig. Og ég snerti manninn og ég segi við hann: veistu það, ég trúi því að Guð ætla að lækna þig. Einmitt, þetta er ekki alveg ég, en ég gerði þetta enga síður og ég var algjörlega fullviss að Guð myndi lækna. Og ég bið fyrir honum, ég segi: herðu, við erum með bænastund síðan í kvöld og ég ætla að biðja fyrir þig, ég ætla að leggja þig fram. Ég bara trú að Guð muni leysa þetta mál. Og hann svona bara frábært, takk fyrir það, auðmjúkur, yndislegur. Svo sé ég ekki manninn í cirka 2-3 vikur. Ég man ekki hversu langan tíma, það var allavega svona 15 dagar og ég hafði smá áhyggjur af honum. Og næst þegar ég síðan koma í ræktina þá er hann ekkert nema bara sólskinsbros, afskaplega ánægður og ég sé bara langar leiðir og honum líður vel. Og hann kemur til mín og hann segir: Sibba, veistu hvað? Þetta voru víst bara eitthvað mistök. Ég fór aftur í myndatöku og þeir sjá ekki neitt.
Og ég hugsaði bara strax, ég vissi alveg nákvæmlega að það var ekki nein mistök að ræða. Guð hafði mætt honum. Það var bara þannig. Og það hefði ég ekki sagt minn vitnisburð. Og það sem ég upplifði þarna, að því ég sagði minn vitnisburð, að það var trúarhvetjandi fyrir mig, en það var líka trúarhvetjandi fyrir hann. Og þess vegna vill Guð nota okkur. Hann hefur hins vegar oft talað þessi maður, hann reynda dáinn í dag. Hann dó ekki úr krabbameini, ég skal segja ykkur það. En hann fór að tala hvernig ýmislegt hafi komið í veg hans og hann hefði upplifað alls konar svona harmleik í lífinu, meðal annars þetta krabbamein. Og hann útskýrði alltaf þannig, já, það út af því sem að mín að ég lifði bara ekki góðu lífi. Og ég svona eiginlega bara svona svolítið átti þetta skilið. Og ég man, þetta sló mig þá og það gerir ennþá þegar fólk talar með þessum hætti. Og ég tek svolítið eftir að það tilhneigingin okkar að búast einhvern veginn við hinu versta frá Guði. Það eitthvað saga, það eitthvað sem búið að gerast og í staðin fyrir að treysta loforðum hans, þá erum við alltaf einhvern veginn að bíða eftir einhverju eldingu þið vitið, eldingu í lífið. Eins og hann sé bara rosalega pirraði við okkur. Og vitið það ekki bara þessi maður og ég hef oft sagt við hann, en Guð ekki svona. Guð kærleikur. Guð kærleikur og hann miskunnsamur og hann náðaríkur og hann elskar þig. Og ég man hann átti erfitt með að upplifa þetta. En vinir, Biblían kennir okkur, og ég ætla bara að fara í nákvæmlega í versin, Biblían kennir okkur nefnilega að við eigum að koma með djörfung fram fyrir hásæti Guðs. Án meðvitundar synd. Og mér langar til að fara með ykkur einmitt í þann ritningastaf. Vegna þess að Jesús útdelti blóði sínu, megum við nú systkin, með djörfung ganga inn í þið heilaga. Þanga víði hann okkur veginn, nýjan veg lífsins, í gegnum fortjaldi sem líka með hans. Við höfum mikinn prest yfir húsi Guðs. Göngum því fram fyrir Guð með einlægum hjörtum, í öruggu trúartrausti, með hjörtum sem hafa verið hreinsuð og eru laus við meðvitundum synd. Og með líkumum sem laugaðir hafa verið í hreinu vatni. Höldum fast við játningu vora, sem von okkar án þess að kvika, því að trúr sá sem fyrirheiti hefur gefið. Má ég heyra amen. Þannig að það sem við eigum að gera, vinir, það að standa með djörfung. Standa með djörfung. Ekki út af því að ég svo góð, heldur að hann búinn að vinna verkið sem svo góður. Og veitir, verkið aðgengilegt mér. Hans verk aðgengilegt mér. En við erum svo fljót að dæma okkur, vinir. Við erum svo fljóta að dæma okkur úr leik. Og Berglind kom inn á það áðan. Við erum stundum með skömm frammi fyrir Guði eða við upplifum okkur niðurbeygð þegar Drottinn vill segja við okkur, ég búinn að vinna verkið. Ég búinn að vinna verkið fyrir þig. Vinni, ef þetta byggðist á okkar verkum, þá væri þetta allt löngu búið, ekki satt. Þetta bara byggist ekki á okkar verkum, þetta byggist á hans verki. Og það sem að gerist þegar við áttum okkur á dýptinu og kærleikanum í því, að þá eins og það losni úr læðingi kraftar. Og allt í einu getum við farið að vera frjáls í því að vera þau sem við eigum að vera, sem líf og frelsi, ekki bara fyrir okkur sjálf, heldur umhverfi okkar. Og vinir, Guð búinn að kalla kirkjuna til þess að vera þetta ljós, til þess að lýsa veginn og vera ekki eins og kuðungur inn í sjálfu sér, heldur stíga fram því að við höfum verk að vinna. Við höfum vitnisburð sem að Guð búinn að gefa okkur. Og vinir, það svo mikilvægt að við geymum ekki eða felum ekki þennan vitnisburð, heldur við komum í sannleika fram fyrir Guð og fyrir menn og leyfum öðrum að finna. Má ég heyra amen?
Og þetta með skömmina, vinir, hún liggur svo djúpt hjá okkur. Og ég man lengi vel, ég var alltaf að reyna að vera einhver annar þegar ég var bæði að predika og tala til fólks. Ég einhvern veginn ímyndaði mér að Guð gæti bara elska mig ef ég liti svona út. Ef ég gerði svona, þrenda þessu og fenda þessu. Og vitið það, ég var bara í ritúal. Ég var engan veginn frjáls. Og vinir, ég get ekki verið eins og mamma þegar ég kem upp hérna. Ég er ekki mamma. She's taken. Mamma er mamma. Ég get heldur ekki verið eins og Jóhann eða Berglind. Jóhann og Berglind er eins og þær. Ég á að vera ég. Og vitið það, minn vitnisburður skiptir máli fyrir mitt umhverfi. Og ef við gefum ekki af sjálfum okkur, ef við treystum ekki Guði með þessum hætti, þá verður bæði kirkjan af, en líka þeir sem að Guð setur í okkar hring, þeir verða hreinlega af því sem að Guð vill gera í gegnum lífið þitt. Munið eftir Tómas, hann þurfti að snerta sáramerkin. Vitið að þú hefur líka sáramerki sem að fólk þarf að snerta. Það er einmitt í gegnum þinn vitnisburð sem að fólk oft upplifir gæsku Guðs. Og þannig er það. Við erum stundum eina biblían sem fólk les. Og hvað les það þegar það skoðar líf okkar? Vinir, ég vona að það sjá Jesú í mér. Ég vil að framar öllu öðru að fólk upplifi Jesú í mér. En til þess þarf ég að vera sönn. Til þess þarf ég að hætta að búast við hinu versta. Til þess þarf ég að vera með játningu mína alveg á hreinu. Hvað er það sem ég er að játa dagsdaglega? Eins og meðan að vin minn, hann nánast bjóst við því að það væri bara eðlilegt fyrir hann að líða ömurlega út sitt líf út af því hann hafði eitthvað gert af sér á yngri árum. Hvers konar líf er það? Það er nefnilega engin fullkomin. Og vinir, hann hefur sagt við okkur, ég býð þér borð frammi fyrir fjandum þínum. Borðið er hér. Það er fullt af kræsingum. En þú þarft að komast í gegnum óvinni þína. Þú þarft að komast í gegnum það sem að stendur á milli þín og borðsins. Og ég hef alveg tekið eftir því, vinir, óvinnir mínir eru ekki þarna úti. Óvinnir mínir eru hér. Þeir eru mínum eigin huga. Hugsanir, hugreiningar sem er ekki byggt á Guði. Jafnvel einhvers konar fordæming. Fordæming gerir ekkert annað en að byggja vegg á milli þín og Guðs. Það er engin fordæming í Kristi. Engin. En samt eru við þarna. En það sem við getum lært að þessari mögnuðu konu, þegar spámaðurinn sagði henni að það yrði hungursneyð í landinu, þá heyrði hún orð hans. Og hún gerði meira en að heyra orð hans. Hún fór í land Filistea út af því það var hungursneyð í landinu. Við erum oft þannig, þegar það kemur hungursneyð, þá er það einhvern veginn mér að kenna. Nei, vinir, það var bara hungursneyð. Það var ekkert þér að kenna, það var bara hungursneyð. Og vinir, það rignir yfir réttláta og rangláta. Það rignir yfir alla. Það lenda allir í áföllum, vinir. Það fara allir í gegnum erfiða reynslu. Það er ekkert endilega þér að kenna. Það bara gerist. En það góða við reynsluna er að hún tekur enda. Hún nefnilega tekur enda. Og í staði fyrir að byggja hús í landi Filistea, þá vissi konan í sínum eigin huga að hún átti að fara aftur tilbaka eftir þessi 7 ár. Og Guð myndi vita hennar. Og hvað gerir hún? Eftir þessi 7 ár, þá tekur hún upp allt sitt hafitask. Hún tekur allt það sem hún tekur með fjölskyldu sína og örugglega það sem hún var búin að safna sér eða gera á þessum tíma. Hún tekur allt upp og hún fer aftur heim. Hún var ekki í neinu mínus.
Hún vissi að Guð hafði lofað sér. Hún myndi stíga aftur heim. Og vinir, einhver hér þarf að heyra það að Guð búinn að lofa þér að þú munt geta stígið aftur heim. Þú munt geta upplifað aftur gegnumbrot. Dalurinn verður ekki endalaus. Og hvað gerir konan? Hún stígur fram fyrir konunginn í djörfung. Í djörfung. Og hún segir, konungur, ég vil landið mitt tilbaka. Ég vil húsið mitt. Ég vil akurinn minn. Ég vil fá þetta tilbaka. Og á þessum sama tíma þá var fyrir framan konunginn maður Gehazi að nafni sem var að segja frá Elísa og öllum þeim kraftaverkum sem að Guðs maðurinn hafði gert. Og hann var akkurat þegar hún steig fram fyrir konunginn að tala kraftaverk sem hafði verið í lífi konunar þegar Guð endurreisti son hennar frá dauðum. Vitnisburður. Og konungurinn, býtu, segðu mig frá, segir konungurinn. Og hvað gerir konan? Hún fyrir að segja honum vitnisburðin sinn. Ritningin kennir, hún sagði honum frá öllu. Og vitið hvað Guð gerði fyrir hana? Hann sendi hann ekkert aftur í land Filistea. Hann sendi hann ekkert aftur í dalinn til þess að vera þar og búa þar. Hann gaf henni húsið tilbaka. Hann gaf henni akurinn tilbaka. Og hann gaf líka ávöxtinn af landinu allan þann tíma sem hún hafði verið fjarverandi. Þetta lofur Guðs. Og vinir, ef við missum af þessu, ef við höldum að það sé eitthvað eðlilegt ástand að búa í landi Filistea, ritningin kennir að jafnvel þótt við förum í gegnum Dimmandal. Vilji Guðs ekki að búa í Dimmadalnum, það að vera á grænum grundum. Það vilji Guðs fyrir þig. Það vilji Guðs fyrir mig. Þess vegna svo mikilvægt, vinir, að við höldum fast við játningu vora. Að við vitum hver vilji Guðs fyrir okkar líf og sættum okkur ekki við ástand sem óeðlilegt. Og staðreyndin sú að það rosalega auðvelt þegar maður búinn að upplifa áföll aftur og aftur og aftur, og ég og Tóni vorum að tala þetta fyrir viku síðan eða svo. Þegar við erum búin að upplifa áföll, þá höldum við að það ástand sé normal ástand. Við förum alltaf að bíða eftir einhverju hræðilegu þegar við loksums komin á græna grundir. Ég ein eða? Nei. Við förum alltaf að búast við einhverjum hörmungum. En það ekki vilji Guðs fyrir okkur. Hann hefur lofað okkur því að eftir tímabilið þá komum við aftur og við fáum alltaf tilbaka sem að óvinnurinn hefur tekið, and then some. Það lofur Guðs. Þannig að látt ekki óvinnin ræna frá þér þeirri blessun sem að þú átt. Og það þú ekki bara sonur eða dóttir, þú erfingi. Þú erfingi. Og við oft sættum okkur bara það, já, ég sonur og dóttir, þú meir en það. Mun eftir týnda sonunum, þú erfingi. Alltaf besta frá föður þínum, það tilheyrir þér. Og vitið það svo dásamlegt þegar maður áttar sig á því að kærleikur Guðs svo víður, breiður, stór og mikill. Hann bindur okkur og hann gerir okkur heil eftir dalinn. En síðan reisir hann okkur við. Af hverju? Því að vitnisburðurinn þarf að heyrast. Og mér finnst líka svo magnað, þetta gerist eftir að hún segir sinn vitnisburð. Það stendur nefnilega í Opinberunarbókinni, þeir hafa sigrað fyrir blóð lambsins og fyrir skiptir vitnisburðurinn máli? Ég ætla að segja þetta aftur. Þeir hafa sigrað fyrir blóð lambsins og fyrir orð vitnisburðarins.
Vitnisburður þinn eitthvað sem enginn getur frá þig tekið. Það þín reynsla með Guði. Þín reynsla verður ekki frá þig tekin. Og ég hef sagt áður, ég sagði það í viðtali og kannski asnalt að segja það, en ég svona í grunninn svona frekar mikið efasemdamanneskja, sem kannski einkennilegt fyrir prest að vera. En ef það væri ekki fyrir að Guð hefur mætt mér, minn vitnisburður sá að Guð hefur mætt mér. Hann hefur tekið mig upp úr glötun og gröfin og hann hefur sett fætur mínar á klettin. Það ekkert sem að getur hrist mig. Það ekkert sem að getur skemmt mig. Ég falin í honum. Og vinir, þú ert falin í honum. Og kvöldu gistur og skrátur, en það alltaf gleðisöngur á morgni. Og vinir, það fólk sem að þarf að vita það. Að þú ert ekki bara þín verstu mistök. Þrátt fyrir mistök, þá hefur Guð stórkostlega áætlun fyrir þitt líf. Ekkert getur gert þig viðskila við kærleika Guðs. Það bara þannig. Þannig að mér langar til þess að uppbera okkur í dag. Mér langar til þess að við förum út með alveg á hreinu hvað við þurfum að gera. Við þurfum að vera með játningu okkar klára. Við þurfum að ganga með djörfung fram fyrir frelsar okkar. Við þurfum í bæn, beiðni og þakkargjörð að gera óskir okkar kunnar Guði. Og hlutir sem að jafnvel þú hefur ímyndað þér að það kæmi ekki í gegnum broti í. Þú þarft að fara að segja það við Drottinn nákvæmlega hvað það sem að þú þarft. Þú þarft að vera hreinskilinn. Þú þarft að lifa í sannleika. Og þú þarft að taka það land sem að óvinnurinn hefur tekið frá þér. Af hverju? Því að það þitt. Það þitt. Þannig ég ætla ekki að hafa þetta eitthvað svona brjálæðislega langt í dag, en mér langaði samt sem áður að hvetja ykkur. Hún kom með djörfung fram fyrir konunginn. Og hver okkar konungur? Hann nefnilega Drottinn Jesús. Án meðvitundar synd. Án þess að hugsa, hann sé bara einhvern veginn að leiðina að nappa þig. Nappi, ekki nappa. Muni eftir þessu. Hann getur ekki nappað þig. Það málið. Það nefnilega málið. Þú ert algjörlega hulinn blóði Drottins. Þeir hafa sigrað fyrir blóð lamsins, fyrir blóð Jesú. Þá höfum við sigrað. Og fyrir orð vitnisburðarins. Það þín reynsla með Guði sem að þarf að heyrast. Má ég heyra amen. Takk Jesús. Þannig að þegar hún gaf vitnisburðinn sinn, hvað gerði Guð? Hann endurreist hana. Hann endurreist hana algjörlega. Og ég alveg viss það. Ritningin kennir, hann gerir langt umfram það sem við skiljum og skynjum. Langt umfram það. Við oft höldum að bara, Drottinn, ég vil bara lifa af. Guð bara með miklu meira plan fyrir þig en bara lifa af. Hann hefur plan fyrir þig að þú hafir áhrif á þitt næru umhverfi. Og hann gerir það í gegnum þinn vitnisburð. Það það sem hann gerir. Og hann magnaður. Og hann kann þetta. Mín spurning í dag. Af hverju erum við hægt að segja sögun okkar? Af hverju það þannig að við drögum okkur í hlé og við skömmumst okkar fyrir einhverja hluti? Af hverju? Það óvinnurinn að reyna að stela frá þér þínum sigri. Við eigum ekki að skammast okkar. Það hvað Guð hefur gert fyrir mig og þig stórkostlegur hlutur. Ég veit að Guð hefur aftur og aftur komið inn í mína kringumstæður og gert stórkostlega hluti. Halleluja. Við þurfum að skipta út sögu ótta og vantrúar. Og við þurfum að fara að játa fyrir fólki hvað Guð hefur gert. Og leið og við gerum það, þá kemur gegnum brot. Ég hef séð það gerast og ég mun halda áfram að sjá það gerast. Mér langar til þess að biðja ykkur aðeins að rísa á fætur. Og mér langar til þess að þið hafið eftir mér bara örstutt. Friður tilheyrir mér.
Ég barn Guðs. Fögnuður tilheyrir mér. Ég barn Guðs. Frelsi tilheyrir mér. Ég barn Guðs. Hamingjan tilheyrir mér. Ég barn Guðs. Gleðin tilheyrir mér. Ég barn Guðs. Ég erfingi. Ég barn. Ég erfingi. Segið þannig að þið meina, ég erfingi. Ég erfingi. Halleluja, Drottinn, við bara komum fram fyrir þig. Við erum erfingjar. Ó, Drottinn minn, það sem að þú hefur gert er svo miklu, miklu meira heldur en allt sem að ég get útskýrt. Drottinn, það sem að þú hefur gert í mínu lífi, það sem þú hefur gert í lífi barnanna minna, það sem þú hefur gert í lífi alla míns. Drottinn minn er meira en ég get tjáð með fáum orðum, en ég ætla samt að segja frá. Af hverju? Út af því að þú ert gerður dýrlegur þegar ég kem fram í djörfung. Og hjálpa mig til að vera eins og þessi kona sem lét ekki hungursneið aftra sér. Slæmar kringumstæður aftra sér. Ótta aftra sér. Kvíða aftra sér. Það sem að aðrir segja aftra sér. Drottinn minn, mættum við vera laus við það hvað fólki finnst og stíga fram í djörfung. Mættum við ekki láta neitt aftur okkur frá loforðum þínum. Og í dag, þá stöndum við frammi fyrir þér í djörfung. Og Drottinn, við byggjum húsið. Við byggjum akurinn. Við byggjum allt það sem að óvinnurinn hefur tekið. Og Drottinn, það litla sem við gefum þér er olían okkar, vitnisburðurinn okkar. Það sem að við eigum og þú gerir margfalt út úr því, Jesús. Drottinn, Drottinn, tala inn í vonbrigði. Ég tala inn í brostna drauma, Jesús. Ég tala inn í áætlun sem hefur ekki fullilega gengið upp, Drottinn minn. Þú ert sá sem er fullkomin í að laga brotna drauma. Það er það sem er svo frábært. Þú kemur með eitthvað betra. Áætlun sem gangi ekki upp, Drottinn, þá kemur þín áætlun. Og hún er best. Og Drottinn minn, ég bið Jesús að þegar við leggjum hlutina niður fram fyrir þig og komum, Drottinn minn, djörfung í beiðni og þakkargjörð, þá veit ég að þú heyrir og þú svarar. Og ég kem í gegn rödd óvinarins sem segir að þú eigir ekkert gott skilið. Ég hasta á hana í Jesú nafni. Halleluja. Í Jesú heila nafni. Halleluja. Bara beygjum bara höfuðið. Er einhver hér sem að þarf virkilega á því að halda að við bara mæti viðkomandi? Ég sé hönd á lofti. Ég sé ekki mikið hérna. Já, ég sé nokkra hendur. Amen. Mér langar að biðja fyrir ykkur sérstaklega. Í Jesú nafni. Drottinn, ég biðji Jesús bara gegnumbrot. Lausn og sigur inn í líf fólks hér í dag. Halleluja. Það tekur fyrsta skrefið, Drottinn minn, og ég veit að þú tekur mörg á móti. Og ég bara, halleluja, ég blessa þessa einstaklinga. Ég þakka þér fyrir það, Drottinn minn, að þú ert með svar inn í aðstæður. Þú ert með svar, Drottinn, inn í þessar kringumstæður. Og Drottinn, ég bið kærleika þinn, Drottinn, lækningu þín og mildi inn í líf þessa einstaklinga í Jesú nafni.
Og fyrir þá sem að lífið hefur brotið niður með einhverjum hætti, þá segi ég rís upp og gakk. Í Jesú nafni rís upp og gakk. Og láttu ekki óvininn þagga niður í þér. Þú hefur eitthvað að segja, segðu það. Í Jesú nafni leyfðu Drottni að nota það sem að þú hefur gengið í gegnum. Náð hans til vegsemda í Jesú nafni. Halleluja. Í Jesú nafni. Og ég bið ykkur, elskuðu vinir, allra blessunar Guðs. Þið farið hérna út, segið þið fólki frá hvernig Guð hefur endurreist ykkur með einhverjum hætti. Segið þið frá. Og þið munið uppla að Guð byrjar, hann bara vinnur í gegnum það. Það bara þannig. Og mér langar bara til þess að áður en við ljúkum þessari samkomu, mér langar til þess að biðja bæn frelsisins, og ég veit að það eru margir sem að horfa, sem að hafa ekki endilega tekið á móti Jesú. Mér langar að biðja bæn frelsisins, og þú spyr bæn frelsisins. Það að taka á móti Jesú í rauninni svo einfalt. Biblían kennir eina sem þú þarft að gera að trúa í hjartanu og játa með vörunum, og þá muntu hólpin verða. Jesús drottinn. Þannig að mér langar til þess að biðja þig að biðja eftir mér, og bænin svona: kæri Jesús, ég bið að koma inn í hjarta mitt í dag. Ég bið að fyrirgefa mér sérhverja synd. Ég bið að fylla mig af heilugum anda. Viltu ganga með mér hvern einasta dag? Drottinn Jesús, ég þakka þér að ég nú þitt barn. Í Jesú heilaga nafni. Amen og amen. Drottinn bless ykkur og varvit ykkur og gef ykkur yndislega viku. Í Jesú nafni. Amen og amen. Við þökkum þér fyrir að hafa verið hér, en við værum alveg til í að sjá þig hér í kirkjun okkar. Við erum kirkja fyrir þig. Láttu sjá þig og leyfðu okkur að gefa þér þann kærleik. Takk fyrir að vera með okkur í dag, og Guð blessi þig út vikuna. Sjáumst eftir eina viku.